Já, komið sæl. Það er mjög öfluglega hérna skammt vestur á Skotlandi sem að hefur verið að valda vonskuveðri á Bretlandseyjum og meðal annars hefur verið gefin út rauð viðvörun við vesturströnd Írlands. En þessi djúpa lægð mun líka valda austan hvassviðri hjá okkur næsta sólarhringinn sem að gengur nú ekki niður fyrir aðra nótt, en síðan í framhaldinu að þá verða svona suðaustlegar áttir sem verða ráðandi og síðan svona nýjar lagðar miðjur sem er að myndast inn í móðurlæðinni svona út vikuna. En ef við lítum á hitasviðið að þá það er nú svona hitastigið svona nálægt frostmarkinu hjá okkur svona næstu daga. Það er hérna smá milt loft sem er hérna svona í þessum kalda lofti, en síðan svona þegar líður á vikuna að þá fer nú á kólna hjá okkur og verður væntanlega komið frost allt land þegar svona líður á vikuna. En við skulum byrja að skoða vindsviðið hjá okkur næsta sólarhringinn. Við sjáum hérna þessi dökk fjólubláa litur sem að fer síðan út í rauðan, að þetta er stormur og það verður mjög hvasst hérna við suðurströndina í kvöld og síðan eftir því sem að líður á nóttina að þá hérna fer nú að hvessa einnig hérna landið norðanvert, og það má gera ráð fyrir á morgun verði austan hvassviðri eða stormur mjög víða, einkum hérna sunnan og síðan norðvestanvert landið. Og eins og ég sagði að þá gengur þetta nú ekki niður fyrir aðra nótt. En svona geti þá Íslandskortið litið út klukkan 15 á morgun. Við sjáum að það eru gula viðvaranir í gildi hérna á Suðurlandi og hérna norðvestan til og þessar viðvaranir verða, eins og ég segi, þær verða í gildi í nótt og allan morgundaginn og jafnvel eitthvað inn á aðfararnótt mánudagsins. En síðan þegar það kemur fram á mánudaginn að þá verður svona nokkuð stíf suðaustanátt hjá okkur. Þetta verður suðaustan hvassviðri með einhverjum snjóéljum eða slydduéljum hérna sunnan og vestanvertlandið. Norðaustan til er nú gert ráð fyrir því að það verður nú svona heldur minni vindur hjá okkur og hitastigið verður svona rétt undir frostmarki norðanlands, en síðan svona rétt yfir frostmarkinu landið sunnanvert. Nú síðan á þriðjudeginum að þá fáum við hérna nýja lægð hérna sem að kemur hérna upp á suðurströndinni og ætlar síðan að renna sér hérna norður og síðan vestur á bóginn, og það þýðir það að það verður væntanlega snjókoma meira og minna allt land, og síðan á miðvikudeginum að þá verður nú lægðarmiðjan komin hérna við Vestfirðina og þá ætti að snjóa hérna landið norðvestanvert, en annars verður þó komið suðlæg átt á landinu með einhverjum snjóéljum hérna landið sunnanvert, en síðan hérna norðvestan til að þá ætti nú að fara að létta eitthvað til, en það er líka farið að kólna í okkur og verður komið frost allt land. Nú síðan ef við skoðum hvað er að gerast í Evrópu, að það sjáum við hérna þessa djúpu lægð og það verður nú ennþá mjög hvasst og að verður nú farið að draga aðeins úr veðrinu hérna á Bretlandseyjum, en það verður líka hvasst hérna í Noregi og Svíþjóð og einnig verður svona mjög blautt hérna í miðbik álfunnar, og þetta nærir alveg niður á Ítalíu og norðanverðan Balkanskagann, en á suður Ítalíu og í Grikklandi ætti að vera jafnvel fallegasta veður. En ef við förum aðeins að vesturströndinni Atlantshafsins, að þá er nú hérna gert ráð fyrir að verði nú svona talsvert miklar skúraleiðingar í Portúgal á morgun, en á Spáni ætti nú að verða svona, já, við getum sagt þungbúið hérna miðbik, en síðan léttir nú til þegar við erum komin hérna af austurströndinni, og síðan verður nú svolítið leiðilegt veður hérna í Frakklandi, bæði vindasamt og blautt. En það verður á morgun eða næsta sólarhringi okkur, þá verður hvasst, það verður mjög hvasst hérna einhver við suðurströndina í nótt, og síðan eftir þegar kemur frá morgundaginn þá svona fer þessi strengur einnig í norðurbóginn, og það er gert ráð fyrir að það verði hvassviðri eða stormur landið sunnanvert og einnig hérna í Faxaflóanum og norðvestan til, þar sem við sjáum að eru gula viðvaranir sem að koma til með að gilda alveg fram á allavega annað kvöld ef ekki aðra nótt. En við skulum láta þetta duga að vera í kvöld. Verið sæl.